Skulum gefa okkur tíma til þess að tala eins logara. Og þetta eru þá veldisvísar. Við lofa okkur að kalla þá það. Þeir eru eiginlega fundin upp til þess að svara ákveðinni þörf. Og var þetta í svona hagreikningum, kannski, reikningar. Það sem kannski var verið að reikna saman, hvað hefði verið flutt út í einu landi og þetta voru kannski 1.000.000 pokkar af hveiti, hveitipokkar margir og hvað var hver þungur og þetta voru kannski mjög stórar tölur sem þurfti að margfalda saman. Og þá er það þessi maður Napier, Skoti, sem að velti þessu fyrir sér. Ég ætla að einfalda máli svo litið, af því það var ekki svona, en það er þægilegt að skilja það svona. Að 10 í veldinu x sinnum 10 í veldinu y er 10 í veldinu x pluss y. Og við segjum til dæmis að 10 í öðru veldi sinnum 10 í þriðja veldi er 10 í veldinu 5. Það er að segja þetta er 100.000. Það er jú 100 sinnum 1000. Og því ég segi að þetta var ekki svona, þetta er ég að reyna að einfalda hugmyndin aðeins vegna þess að veldareikningar voru ekki til þegar lograr uppgötvust. Veldareikningarnir koma eftir. Eins vegar við smíð á logra. Þá er hugmyndin svo, reyndar var það maður að nefni Henry Briggs sem heimsótti Napier og sagði við skulum hafa þetta svona. Reyna að finna hvað x er og hvað y er ef að 10 veldinu x er einhver tala eða 10 veldinu y er einhver tala. Og það var gríðarlega mikil vinna. Við getum sett upp svona tafla og ef við veltum aðeins fyrir okkur allavega verkinu sem að Briggs tókst á hendur, þá getum við byrjað kannski að hex, svona einhver tala og við byrjum bara á einum. Og svo einn á að vera 10 í einhverju veldi í, við erum að reyna að finna þetta í. Og svo getum við skoða meira, 5 er tala í veldinu í, við erum að reyna að finna í-inn. Og í þessari hérna línu er þetta ekki erfitt, þá segjum við 0. 10 í 0. veldi er 1 og í næstu línu er þetta ekkert auðvelt. 5 er 10 í einhverju veldi og þið getið svona rétt velti fyrir ykkur hvað þetta er mikil vinna. En hér er þetta með 5 aukastöfum, 6, 9, 8, 9, 7 og Briggs hafði í sinni töflu 14 aukastafi. Svona. Ég held að 1624 þetta ár, hann hefði hitt sem sagt Napier 10 árum fyrr. Það hafði hann tekist að búa til logaratöflu frá 1 upp í 1000, hvort það var frá 1 upp í 1000. Og hérna erum við að byrja, á hérna sleppum við 2, 3, 4, 5 og segjum 1, 5, 10 er 10 í einhverju veldi, það er auðvelt. Og 15 er 10 í einhverju veldi, það er hins vegar alls ekkert auðvelt. Og svona má halda áfram. Og setjum hérna 20, kannski 25 og svona upp í 100. 100 er 10 í veldinu 2, þó að það hefur ekki verið hugsað þannig upp að við. Svo lesa logrinn af 100, við segjum þá 10 logrinn, er 2. Og hvernig unnum menn sig gegnum þetta? Ég held nefnilega að það að búa til logra fyrir fyrstu 1000 talningarnar, það tekið 10 ár, en síðan var hann mikið fljótari að þá var hann kannski komið með einhverja með sér að
búa til töflu fyrir frá 1 upp í 20.000. Hildan eftir eyðu og fór frá, ég man þetta nú ekki alveg, 90.000 upp í eitthvað tiltekið, hvort það var 100.000. Og svo var það annar sem að fyllti í eyðurnar á næstu árum. En þetta var nú svona aðeins út úr, því að við viljum bara vita hvað þetta er. Þetta er mitt mest notaða fallið okkar, Logurafallið og Veldisvísiföllin. Sem við höfum þetta nú, til að eitthvað að fara í statur. Ég get þá líka reiknað út frá því sem hér er komið, þetta er nálgun, hvað 25 er út frá þessu, og út frá þessum hérna tveimur get ég reiknað hver er Logurinn af 50. Við skulum bara setja það upp hérna. Svona bárum við sig einhvern veginn að. Við vantar að vita hver Logurinn af 50 er. Þá hugsa mann þetta svona. 50 er, það er 10 sinnum 5. 10 er 10 í fyrsta veldi. Þannig að við fáum 1. Og 5 er 10 í veldinu 0,69897. Og þannig að hér fáum við 10 og svo leggjum við saman 1 pluss 0,69897, 10 í veldinu 1,69897. Þannig að við getum fært 50 hér inn í töfluna. En ef við hugsaum aðeins tilbaka, þetta eru 500 milljónir sinnum eitthvað annað skelfilegt, minnst að kosta þess að vasareikna, þá vildum við geta flett upp í töflunum. Og sérstætt ef að við sjáum þá líka að ef við vitum að þetta er 5, þá vitum við til dæmis allt 50, við vitum allt 500, 5000. Þannig að við fáum svona nokkra tölur frítt og samhátt myndum við sjá að 500 væri 10 í veldinu 2,69897 og 5000 3. Af því að 10 Logurinn af 1000 er 3. Jæja, ég held að við ættum að nota MATLAB til að hjálpa okkur aðeins að sjá þetta betur, og hérna er nú reynda mynd af reiknistokk sem menn notuð langt fram á 20. öld. Í raun við sendum öllum, því að það er kannski þá sem að þessir vasareikna verða fyrst almennir. Og hérna höfum við MATLAB. Við skulum búa okkur til logaratöflu, 10 logaratöflu. 10 logaratabla og ég bara gefa okkur smá pláss í þetta. Og við skulum segja bara að x séu tölurnar frá 1 upp í 20. Svona. Við erum að því og við erum búin að sjá að þetta er allt í lagi. Það setja náttúrulega clear og CLC og síðan skulum við hafa upsilonið sem logarann. Það er lett svo sem að 10 logarann þá af x. Svona. Og þess að prenta út, við getum gert þetta svona. Tabla er x og y. Svona. En nú viljum við kannski stýra aðeins betur útprentuninni. Þannig að ekki gera þetta svona. Ég ætla að nota, segjum bara, búa til töflu með haus og hala. Þetta skulum við hafa tölurnar og hérna skulum við hafa log 10 tölur. Og skulum þá nota printf skipunina. Og kannski við notum þá bara tækifærið og við sjáum að þetta eru 20 stök í þessu raunum. Þannig við skulum segja fyrir
K sem hleypur frá 1 upp í 20 á hann að prenta út þessi hérna tala hefur fyrsti liður hennar er x1 og svo x2 og svo x3 þannig að segja hún er einhvern veginn svona, þetta er x K og þegar K tekur gildið 1 þá fáum við 1 þegar K tekur gildið 2 þá fáum við 2 ef við skulum gera þetta svona og við ætlum að láta setja þessa tölu hingað og næstu tölu hingað það er að segja K-in og svo hætta og hér þarf víst að vera svona og alltaf ný lína því hún er búin að keyra einu sinni í gegnum þessa lykkju og búið til nýja línu og raða þar inn og við vildum hafa tölurnar svona, kannski 1 bil á undan og engin aukastafur í K-an, við ætlum bara að fá 1, 2, 3, 4, 5 en ég ætla að kannski hafa smá bíl hér og prófum bara 4 aukastafi í logrónum og skulum þá sjá hvernig þetta kemur út þannig ég gleymi aðja, það er svona þetta er komið vitlausum með við komum þetta á að vera hér annað aðja þarna fáum við svona logra töflu til dæmis prófum hérna 5-una logrina 5 er 0,6990 en við megum alveg panta fleiri aukastafi gerum við eins og Briggs 14 aukastafi og við viljum ýta hérna þessum tölustöfunum minni en 10 aðeins fram bara búin til pláss á undan þá kannski jafnast þetta svona og þetta er nú svona diskskipun þá gerum við þetta bara svona með höndunum við myndum okkur nú þetta sé mjög flóknar tölur sem það kannski eru ekki en 8 sinnum 10 ef ég vildi nú margfalda saman 8 sinnum 10 og það væri í raun og veru svona eins og hagtölurnar mjög erfiðar tölur 8 sinnum 10 þá fletti ég upp þessari tölu 0,9030 og legg það við þessa tölu þá fá ég logran já það bætist bara 1 hérna við 1,9 eitthvað 90308 og svo framvegis og ef ég hefði nú haldið áfram með töfluna og ég fer með 80 bara best að láta þetta bara vera fjölda staka í þessum vigri eða þessari raunu og það sem ég geri núna ég er að reyna að finna út hvað 8 sinnum 10 er og það er í raun og veru ákaflega erfitt sem sagt við ímyndum okkur það þetta er eins og 1.000.000 eitthvað og eitthvað annað líka voðalega mikið en þá fer ég hérna í logran og geri þetta nú bara aftur legg þessar tvær tölur saman svo finn ég 1,90308 1,90308 fletti upp í töflunni finn 1,90308 og hvað er það 8 sinnum 10 þá fletti ég upp í það er þessi tala 810 hugmyndin er að ráða við gríðarlega stóra tölur og við getum þess markvaldaði við ættum stærri töflu, 47 sinnum 89 og þá fórum við inn í reikningsstokkin sinn hér og segðu vel, ég legg þessar hérna tvær saman og fæ 2, eitthvað, þá lögum við þetta hérna saman bara og fundu síðan sko, já, þetta verður það 3, eitthvað eða ekki, þetta er 6 og 6 og hérna var ég tvingin að láni þannig hérna verður 3,3 eitthvað. Þá þurftum við að finna
Þannig að finna aukastafina, sleppa þristinum og margfalda svo bara með 1000 á eftir. Við skulum þá taka saman reglur. Þó að það sé svona og svona í sögunni, þá höfum við þetta skiljum við vel. Ef að þetta er sem sagt x, 10 veldin í er eitthvað x, þá er í-ið, það er 10 af x. Og þetta gildir í báðar áttir. Svona. Þess að við lesum þetta svona. Upsilon er x í veldi af 10. Fyrsta reglan, hún er kannski að reyna að svara spurningunni hvað er 10 lóðurinn? 1. Og þá ættum við að hugsa þetta kannski sem svona. Hérna er x-ið og hérna er x-ið. 1 er 10 í einhverju veldi. Hvað er í-ið? Svo þetta hér er í-ið. Þegar maður spyrir þessar spurningar, hver er veldisvísirinn? Þegar við horfum á þetta hér. Hann er 0. 2, það er þá margfeldi, logri af, svona segja 10 logri af 2 tölum a sinnum b. Þá myndum við kannski setja svona upp. Gott og vel, a sinnum b. Ég þarf að skrifa a sem 10 í einhverju veldi og það er, já, einfaldast er bara log 10 af a, það er a, sinnum 10 í veldinu log 10 af b. Og samkvæmt veldareglum þá ég leggja saman. Þetta er 10 í veldinu log 10 af a pluss log 10 eða 10 logurinn af b. Og nú svara ég spurningunni. Hver er veldisvísir þessa margveldis a, b? Og nú þarf ég að vera nákvæmari hvað áttu við. Já, hver er 10 logurinn af þessu margveldi? Og þá er sagt, þú sérð hann hérna. Hérna er veldisvísirinn ef að grunntalinn er 10. Og þá segir maður gott og vel, það er bara greinilegt, já. Og þá skrifa maður það, log 10 af a pluss log 10 af b. Og okkur svona gult skilrúm. Og svo er þetta alltaf að fara að spyrja spurninga, 3. Log 10 eða 10 logurinn af hlutfalli a móti b. Hvað er það? Og þá segir maður a móti b. Það skrifa sem 10 í veldinu, já, log 10 af a, það er a móti 10 í veldinu log 10 af b. Og nú notum við veldareglurnar, þó það sé svo litið aftur á bak. Það er þá 10 í veldinu log 10 af a mínus log 10 af b. Og nú setjum við spurningunni hérna. Hver er 10 logurinn af þessu? Sérðan hérna. Er mér svarað. Og ég bara skrifa það. Og þá er aftur sagt, já, þú átt bara að gera það. Þá er það 10 logurinn af a mínus 10 logurinn af b. Og svo kannski 1n. Það ef. Hérna er ég með töluna, segjum a í veldinu r. Þetta er 10 logurinn. Og svona setja kannski utanum ar til þess að þetta sé skýrara. Nota það bara hérna fyrir neðan, útskýringuna. Já, og segjum a í veldinu r. A, og því að vera að spyrja 10 logra, er 10. Kannski ætti ég að taka eitt milliskref, þetta sé alveg skýrt.
A, ég ætla að setja það bara í sviga og svo allt í veldinu R. Svo skrifa hvað A er. A er 10 í veldinu, 10 lóðurinn af A. Þetta hér er A. Allt saman í veldinu R. Og svo við veldareglurnar og fáum, þetta er 10 sinnum margveldi veldisvísana. Þá fáum við R sinnum log 10 af A. Svo er spurt, hver er 10 lóðurinn? Hann er hér. Þá skrifa ég, þetta er R sinnum 10 lóðurinn A. Og setja inn tölur svona að gamni. Svo í flestum bókum þá er log látið tákna 10 lóðrann, en í MATLAB þá er því við skrifum log, þá er átt við logra með grunntöluna e. Sem við skrifum aftur á móti í svona, segi þetta sé bók, eldri bók, þetta er MATLAB. Og í bók, þegar við sjáum ln, þá er átt við logra með grunntölu e. En ln er ekki til í MATLAB. Við skoðum þessa fyrstu með einhverjum tölum, það er bara beint á augum. En það hér, 10 lóðurinn af einhverju margveldi, A sinnum B. 10 lóðurinn af, hvað að segja, 70. Getum við klofið 70 upp á hvaða hátt sem er svo sem en. Það er eiginlegt að hafa þetta 10 sinnum 7, byrjum bara á því. Og svo segjum við að logri af margveldi er summa logra. Það er log 10 af 10 pluss log 10 af 7. Þá fáum við nákvæmlega það sem við vorum að velta fyrir okkur áðan. Log 10, 10 er 1. Og hér erum við þá log 10 af 7. Og svo við prófum þá log 10 af einhverju hlutfalli, ég var að segja 3/5. Þá logri af hlutfalli er mismunur logra. Log 10 af 3 mínus log 10 af 5. Svona. Kannski að lokum það er 10 logurinn af 8. Það mætti þá kannski skrifa það svona. Að 8 er til dæmis 2 í þriðaveldi. Kannski er ágætt að sjá þetta svona. Þetta er náttúrulega líka logurinn af 10 og þetta er 2 sinnum 2 sinnum 2. Svo getum við skrifað 2 sinnum 2 sinnum 2 sem, það er log 10 af 2 pluss log 10 af 2 pluss log 10 af 2. Þetta er þá, þetta er þrennt af því sama. Þetta er 3 sinnum 10 logurinn af 2 sem passar alveg við regluna. Þannig að þetta var á upprifanum logra reglur.